Ég ætla að byrja á því að sýna ykkur mynd, sjáu þið. Þetta er úr bók sem heitir Mannvist, sýnisbók íslenskra fornleifa og við höfum svona ýmsar hugmyndir hvað fornleifar eru. Þetta eru til dæmis fornleifar. Þetta er íþróttavöllur sem var reistur í Þjórsárdúni eða settur þar upp 1911 og þetta er mjög merkilegt. Hérna er áhorfendastæði fyrir 1200 manns. Hér er glímupallur, hér er hlaupabraut og hér er önnur hlaupabraut og þetta er mikið mannvirki og það er ekki margir sem kannast við þetta. En þetta sem sagt er í þessari bók sem heitir Mannvist og hún einhvern veginn sýnir okkur að heimur fornleifa er miklu stærri, miklu breiðari og kannski bara miklu áhugaverðari en við höfum gert okkur grein fyrir hér á Íslandi. Þetta er, held ég bara í einu orðið sagt, bók sem líkur upp augum manns fyrir veruleika sem maður þekkir ekki alveg. Birna Lárusdóttir, þú hefur ritið þessari bók og skrifað í hana. Hver er svona hugmyndin á bak við þetta? Já, hugmyndin er náttúrulega fyrst og fremst svo að gefa fólki tækifæri á að kynnast heimi fornleifanna. Og mér hefur lengi þótt vera þörf á einhverju svona útgefnu efni fornleifar fyrir almenning því að það er mín reynsla að langflestir sem ég hitti þegar ég er úti að grafa eða úti að skrafa fornleifar, flestir hafa áhuga á minjum og finnst þetta spennandi. En einhvern veginn hefur ekki margt verið til lengi til þess að sem fólk hefur getað leitað í. Þannig að það hefur verið erfitt að leita upplýsinga. Þetta er alþýðleg bók, hún er hugsuð miðuð við svona almenna lesendur. Hún er hugsuð þannig, já. En mér finnst þetta merkilegt að þið hafið sett þessa mynd, ég er að nefna þetta, á forsíðu bókarinnar sem mér finnst gefa ákveðin skilaboð það hvað þetta er breiður heimur og hvað stór heimur. Já, og kannski er myndin svona hugsuð einhverju leyti svolítið til að sjokkera fólk og vekja fólk því að þessi völlur náttúrulega er bara ný komin í tölu fornleifa. Í þjóðminjalögum er miðað við 100 ár, að fornleifar eru allar mannvistarleifar sem eru 100 ára aldi. Þannig að hann er alveg glænýjar fornleifar. Já. En það er mjög algeng hugmynd hjá fólki að fornleifar séu bara eitthvað sem er mjög gamalt, víkingaöld eða eitthvað sem er mörg 100 ára, en það er auðvitað alls ekki svo. Og mjög margt af því sem við sjáum á yfirborðinu og sem er hvað sýnilegast, sem allir geta skoða, það eru oft minjar sem eru ekkert svo mjög gamlar. Nei. En við höfum verið dálítið föst kannski og erum föst í þessari hugmynd að fornminjar séu gamalt kumlbein sem við finnum í jörðinni og slíkt. En það er farið hér, það er gefin þarna mynd af mjög breiðum þarna eru vörður, þarna eru hellar, fornminjar í sjó og fleira. Getur tínt til eitthvað fleira? Já, ég meina það er náttúrulega ótrúlega margt sem telst til fornleifa. Eins og þú segir þarna samgönguleiðir, alls konar skepnuhús, hesthús, fjárhús, bæjarhólar, bara nefndu það eru náttúrulega ótrúlega margar gerðir af fornleifum. Og tilgangurinn er náttúrulega svolítið að kannski opna þennan heim, Það eru, mér dettur í að minnast á að svona bækur sem eru gefnar út í útlöndum og eru hvað vinsælastar eru mjög oft þannig að það er verið að stíla inn á að segja frá flottustu minjunum eða 100 bestu minjastöðunum eitthvað slíkt. En mér fannst það einhvern veginn ekki spennandi leið, heldur vildi ég frekar sýna breiddina af því sem er þarna úti. Og það er umverulega ekki fyrir en svona tiltölulega nýlega sem við höfum getað farið þessa leið því að fornleifa skráning sem gengur út á að safna upplýsingum alls konar minjar, hún er umverulega tiltölulega skammt á veg komin á Íslandi ennþá. Þannig að það hafa alls ekki allir minjastæðar á Íslandi verið kortlagðir eða heimsóttir af fornleifafræðingum. En við eigum ekkert óbúslega mikið á Íslandi af svona flottum fornminjum. Þú veist, það hugsa maður oft. Við erum ekki að hlaupa eftir þetta er ekki gull og gimsteinar sem við finnum mikið. Nei, maður þarf náttúrulega að læra svolítið inn á að horfa á þetta í landslæginu. Það náttúrulega láta yfirleitt lítið yfir sér. Og maður þarf kannski svolítið að læra að horfa á landslægið upp á nýtt með fornleifar í huga þegar maður er að skoða þær, En fjársjóðir, fornleifafræði snýst náttúrulega ekki um fjársjóðsleit og við finnum auðvitað stundum mjög flotta gripi, einstaka, sjaldgæfa eða úr dýrum málmum, en og snýst auðvitað að safna upplýsingum um fortíðina almennt. En eins og maður sér í bókinni, fornminjar eru allstaðar í kringum okkur. Þetta er þú nefnir bæjarhóla, það eru sorphaugar eru nefndir þarna líka. Já. Fornleifar eru ótrúlega víða og þarna í bókinni er gefin upp einhver svona áætluð tala sem er að það sé áætlað að séu 130.000 minjastæðir á Íslandi. Ég hugsa reyndar að það séu miklu fleiri. En þetta vitum við ekki, þannig að þessi skráning er svo skammt á veg komin.
og þess utan þá finnast auðvitað alltaf óvæntir staðir sko á hverju einasta ári sem enginn hefur vitað áður og sem engar heimildir eru Já. Þannig að fornleifar eru ótrúlega algengar og ég meina á hverju einustu bújörð á Íslandi eru yfirleitt margir tugir fornleifastaða. Já, og hvað er það þá? Það er nú allt mögulegt. Þannig að oft eru þetta þessa sko sem við getum kallað hversdagslegu minjar. Það er að segja minjar búskap og fiskveiðar og samgöngur. Þannig eru bæjarhólar, sumstaðar eru gömul bæjarstæði, eyði byggðir sem hafa verið yfirgefnar. Það geta verið kuml, vörður, allt mögulegt. Það er nefnilega kannski dálítið merkið, eins og ég segi, hún opnar augum hans þessi bók, eins og hún held ég á að geta kennt manni að horfa með dálítið öðrum augum á landið bara þegar maður fer það. Já, vonandi. Það er svona, held ég að með því getur hún náð tilgangi sínum. Já, einmitt, það er einmitt svona tilgangurinn og náttúrulega semst að fornleifar hafa gildi kannski á svolítið svona mismunandi stigum, en að fornleifar rannsóknir eru áhugaverðar út af fyrir sig og eiga oft mikið erindi til almennings. En líka bara þetta svona upplifuna gildi, sko. Ég meina, það geta allir lært að meta fornleifar og horfa á þær áður en þessu endilega með einhverja rannsóknarsögu á bak við sig eða viti hvað staðurinn er gamall, sko. Bara það að standa við hliðina á rústahóli eða gömlum rústum og horfa yfir og bara svona finna straumana, sko, úr fortíðinni. Þetta er stórmerkileg bók. Er þetta þitt verk að mestu leyti? Eða? Já, þetta er mitt verk aðalega sem ég lagði upp með þetta. Já. En ég fekk auðvitað fullt af fólki í lið með mér og það er náttúrulega ótrúlega margir sem hafa hjálpað mér. Bæði náttúrulega eru þarna einstakir kaflar sem aðrir fræðimenn hafa skrifað, sín sérsvið. Adolf Friðriksson skrifar kuml, Bjarni Einarsson skipsflög, Elínós Kreðarsdóttir smalakofa. En svo náttúrulega myndefni líka, það er komið úr ýmsum áttum og ég á mörgum að þakka gott myndefni. Sko, þetta er mjög verðugt að færa þennan heim nær almenningi og frábært framtak. Ég ætla nefnilega, af því við erum hérna í þessari stofnun, sjónvarpinu, og ætla ég að rifja upp að á fyrstu árum sjónvarpsins þá var eitthvað vinsælasta efni sem var sýnt í sjónvarpi. Það var þáttur fornminjar. Og þetta fólk, þjóðin horfði á þetta. Það var náttúrulega sá frægi maður Kristján Eldjárn sem var með þátt sem hét Munir og minjar. Og ég ætla að sýna brot úr þessum þætti sem sagt Kristján var nefnilega óhemju vinsæll út af þessu en þetta var líka mjög skemmtilegur og góður svona inngangur inn í heim þessara fræða. Skulum kíkja aðeins á Munir og minjar frá því 1967 held ég þessi. Nú er langt síðan að fornleifarannsóknir fóru fram í Brattahlíð, grafinn var upp bærinn og könnuð kirkjan sem þar er heima við bæinn og hafði lengi staðið en mönnum urðu það nokkur vonbrigði, þeim sem trúa staðfastlega á sögulegt gildi Íslendingasagna, að ekki fannst Þjóðhildarkirkja, hvernig sem leitað var. En viti menn, nú hefur orðið nokkur raunabót, því að 1961 þá fannst reyndar lítil kirkja 200 metra frá bænum í Brattahlíð og kirkjugarður umhverfis. Og þá þótti mönnum sýnt að Eiríksaga rauða færi nú með rétt mál og þarna verið fundin Þjóðhildarkirkja. Danir rannsökuðu svo þennan fund á árunum þar á eftir og þá kom í ljós lítil torfkirkja með þykkum torfveggjum en ótrúlega lítil innan veggja, aðeins 2 metrar á breidd og 3-4 metrar á lengd, eins og lítil bænhús voru hér á landi á miðöldum. Og í kringum kirkjuna var svo grafreitur sem hefur verið full grafinn nú og kannaður og í honum fundust leifar, jarðneskar leifar af 144 persónum. Körlum, sunnan við kirkjuna aðalega karlar og konur norðan við kirkjuna og svo börn, sérstaklega ungbörn, austan við hana. Það er vafalaust að því má trúa að þetta sé hinn fyrsta kirkja í Brattahlíð og því skyldi það ekki vera hinn fyrsta kirkja í Vesturheimi yfirleitt. Það er engin ástæða til að efast að svo muni vera og jafnvel að hún hafi verið kölluð Þjóðhildarkirkja. Munir og minjar, Kristján Eldjárn á fyrstu árum sjónvarpsins. Það mætti gera sjónvarpsþætti upp úr þessari bók. Já, þetta er frábært efni hjá Kristjáni. Já, þetta er líka, þessi þáttur náttúrulega svolítið barnsins tíma þarna, en ég sé þessa bók fyrir mér sem röð af sjónvarpsþáttum. Já, ég get alveg ímyndað með það að það veri hægt, sko, og fólk hefði ábyggilega áhuga á því. Já, því er komið á framfæri hér með.
Þakka þér fyrir, Birna. Takk.